Jæja, núna ætla ég að reyna að fara í heild yfir verkefni 3 þar sem við einföldum rökkrásir og við ætlum að byrja á því að prófa rásirnar á þessum myndum 1, 2 og 3 hérna í Multisim forritinu og notum Logic Converter til þess að fá fram sannleikatöflu fyrir hverja rás. Byrjum á því. Þá teiknum við þetta svona upp, allar 3 rásirnar. Í fyrstu þá höfum við hliðin eins og þau koma fyrir á myndinni og það ekkert mál að teikna það upp því að við erum með öll þessi hlið, þessi 4 NAND-hlið og NOT-hlið og ef við reynum að leita að NAND-i þá þurfum við að gera það með því að smella hérna á CMOS og fara í Search og efri línuna hérna Component og skrifa þar NAND og smella á Search. Þá finnum við 2 eða 3 einganga NAND-hlið sem við þurfum að nota þessi æfingu og skellum þeim á viðkomandi stað til þess að teikna þetta upp. En núna ég komið með þessi hlið hérna og þá ætlum ég að byrja á því að fá fram sannleikatöflu og kannski áður en við förum í það þá hvernig við náum í Logic Converter. Það í tækjastikunni hérna hægra megin á síðunni, þetta 10. tæki ofanfrá og við smellum á það og drögum það inn á, eða færum bara músina til og þá dregst það inn á skjáinn. Svo að hérna síðan tengjum við þetta upp eins og hefðbundið og til þess að fá fram sannleikatöfluna þá smellum við á efsta takkan hérna og þá setjum við þessa sannleikatöflu inn í sem mynd inn í skýrsluna og við getum líka fengið fram formúluna og einfalda formúluna og það kannski best að taka hana á þessu formi, þessa mynd og ná henni hérna fram í byrjum nú við, ég ætla að reyna að ná þessu ég næ ekki þessu þetta, ég þarf að nota snipping tool til þess að ná henni inn og það hér og þannig að ég tek bara töfluna eins og hún hérna með formúlunni og smelli á copy hérna og setja henni inn í skýrsluna svo að ég raða öllum sannleikatöflum hérna fyrir neðan lið 1.1. Ég get náttúrulega minkað hana hérna aðeins, það þarf ekki að vera alveg svona stór. Get sett aðra hérna við hliðina og þá fer ég í næstu rás og en til þess að teikna hana upp þá þarf ég að skoða myndina. Við sjáum hér að hér höfum við OR-hlið með neituðum inngöngum og það eigum við ekki á lager í Multisim. Þess vegna þurfum við að breyta þessari útfærslu hér eins og sýnt hérna á myndinni yfir í NAND. Og það í rauninni gert þannig að með búlualgebru að við skrifum upp hvað í þessari rás. Það A með neitun, plus, það OR plus, B með neitun.
Síðan beitum við sérstakri aðferð sem kallað De Morgan og það í rauninni sýnt hérna. Þá við byrjum á því að setja 2 neitanir fyrir ofan og síðan beitum við De Morgan reglunni. Það með rauða streikinu hérna. Við brjótum neitunina hérna löngu sem næst plúsinum og breytum plús í sinnum. Eftir standa 2 neitanir fyrir ofan A og 2 neitanir fyrir ofan B og þær þurrkast út, þannig að eftir stendur A sinnum B með einni neitun fyrir ofan og það samsvarar NAND hliði. Og þess vegna samansemmerki hérna á milli NAND hliðsins og þess orðhliðs sem með neituðum ingangum. Svo að þá vitum við það og þá getum við teiknað upp rásina sem þá svona og 3 inganga hliðið, hvernig náum við það hérna? Það gert í rauninni þannig að við smellum hérna til dæmis á Place CMOS, smellum á Search og skrifum NAND Search og við veljum hérna NAND 3. Þá fáum við 3 inganga NAND og getum við staðsett það hérna og tengt þetta upp. Nú, ég ætla að fá núna fram sannleikatöfluna og þá smelli ég á efsta takkan hérna. Síðan ætla ég að fá heildarformúluna hér og einfaldaformúluna og hún lítur þá svona út. Og þá ætla ég að taka þá mynd og setja hérna inn. Svona og skelli henni inn á verkefnið, kópi hérna og fæ hana hérna inn í verkefnið við hliðina. Minnka hana bara aðeins, svona, og síðasta myndin eftir og hún þá af þessari rás hérna, þessari neðstu. Nú þar erum við með orðhlið með neitun bæði á inngöngum og útgangi. Eða við getum sagt líka að þetta sé NOR hlið með neituðum ingangum. En þessu getum við breytt í eins og við sjáum þá hér seinna. Við getum breytt þessu í AND vegna þess að ef við erum með neitun allstaðar við orðhlið, bæði við innganga og útgang, þá það sama virkni og AND. Þetta höfum við gert í verkefnum og prófum áður á önninni, þannig að það var ekki að koma okkur á óvart. Þannig að þetta hlið hérna í rauninni þannig að AND hlið kemur í staðinn og þess vegna þetta teiknað þannig upp í rásinni hér að hér eitt AND hlið sem kemur þar í staðinn. Nú við skulum fá sannleikatöflu hér og þá hún komin hérna og við fáum þá formúlu og við einföldum formúluna og það gerist ekkert með það, þannig að við tökum þetta eins og það lítur út núna og setjum hana inn í verkefnið. Svona, copy og inn í verkefnið. Hérna fyrsta síðan þar sem að sannleikatöflunar koma undir lið 1.1. Svo að
þetta er þá komið svona. Allar 3 sannleikatöflunar 1, 2 og 3 og síðan í lið 1, 2 þá ætlum við að skrifa upp búljöfnur rásana og það getum við gert fyrst beint á myndina og séð sem sagt hvað kemur út úr hverju hliði og skrifað loka útgáfu af rás hérna. Þannig að við setjum hérna hvað kemur inn á hliðin til dæmis og hvað kemur út af hliðunum. Eins og A-ið, það kemur bæði hérna fyrir ofan á nandliði hérna uppi og á nandliði hérna fyrir neðan. Þannig að B-ið verður neitað hérna eftir þessa neitun inn á inngangin á nandliðinu. Þannig að hér kemur fram A sinnum B með neitun og síðan þessi neitun á nandliðinu þar fyrir ofan. Það er annar inngangur á þessu hliði hérna fyrir ofan, nandliðinu hér, og hinum megin inn á þann inngang kemur A. Þá kemur sinnum úr því hliði og allt sem kom inn á þann inngang er A sinnum B not með neitun fyrir því og þessi neitun á nandliðinu kemur svo fyrir ofan það allt saman. Og við færum þessa hlið hérna niður fyrir til þess að skrifa hvað F1 er saman sem og þá í rauninni kemur bara þessi hluti af formúlunni hérna fyrir niðan og síðan kemur sinnum hérna og þar sem kemur inn á hinn inngangin. Það er frá C sinnum D með þessari neitun hérna og þess vegna kemur það sinnum út af sinnum í þessu hliði hér C sinnum D og með neitun og loka neitunin hér á nandliðinu sem er lengst til hægri. Það er þá neitun yfir öllu saman. Þetta er þess að þá F1 er sama sem A sinnum B not með neitun þar fyrir ofan og neitun yfir því öllu saman, alveg yfir á A. Það eru smá galli hérna í línunni, það á ekki vera neitt bil hérna. Og síðan kemur sinnum C sinnum D með neitun, út af þessari neitun hér. Og að lokum þá er neitun yfir öllu saman, sem er loka neitun hérna yfir allt. Þá erum við búin að fara yfir fyrstu rásina og skrifa búljöfnu þeirra rásar. Næsta rás er hér og við ætlum að skrifa upp hvernig formúlan lítur út beint út frá rásinni. Og eftir A, það kemur neitun, þá skrifum við A not hérna og reyndar kemur þar önnur neitun hér og þá kemur sem sagt koma tvær neitanir í rauninni inn á A-ið, síðan kemur A með neitun hérna og það er þessi inngangur hérna og sinnum B, það er þessi hér og svo sinnum C, hér síðasti inngangurinn á 3 innganga nandliðinu. Svo að hérna við erum með einn inngang sem er með neituðu I og hitt er BC. Þessi neitun hérna á hliðinu, það er langa streikið fyrsta hérna yfir A not BC. Síðan kemur þessi neitun hér sem er inn á orðhliðið við innganginu orðhliðinu. Það er efri neitunin hér sem nær jafn langt og yfir C-ið. Og A-inngangurinn, hann með 2 neitanir hérna. A-ið fær hérna neitun eftir fyrsta notliðið og svo aðra neitun hér og það er þetta hérna. Vegna þess að það er plús, það er or, þá kemur plús hérna. Og þá kemur A með 2 neitunum hérna vegna þess að þær eru 2, 1 og 2. Og lokum þá kemur neitun hérna lengst til hægri í rásinni.
og það langastriki yfir allt saman. Og þetta þá sama sem F2, því F2 heitir útgangurinn á rásinni. Þá erum við búin með að útskýra formúluna fyrir rásinni sem fyrir F2 og síðasta myndin þannig að við höfum hér A inn á NAND hlið, síðan B0. Þá segjum við sinnum B0 hérna og síðan neitunin yfir því, hvort vekja. Skrifum það hérna fyrir neðan. Það kemur inn á neitun sem hér og hún kemur hérna yfir. Og það sem kemur inn á hinn innganginn þar B-ið hérna, það hérna, sinnum C, það hér, og það í rauninni B0, það með neitun hérna, það út af þessari neitun hér, B0 sinnum C, og þessi neitun hérna, það þessi hér yfir bæði B0 og C, og aftur kemur neitun hérna á inngangi á norðliðinu, það þessi önnur neitun hérna, eða neitun yfir bæði B0 og C. Að lokum kemur hér neitun á norðliðinu, það yfir öllum þessum lið hérna, frá þessu A hérna og yfir alveg og yfir á C hérna. Það þessi neitun hér. Þetta kemur inn á inngang sem sinnum B0, það þessi hér. Sinnum, það þessi sinnum hér. B0 frá B-inu hérna gegnum þessa neitun hér. Og að lokum þá eru tvær neitanir alveg í lokin og þær koma yfir allt saman, þessar rauðu hérna. Þetta sem sagt formúlan sem skrifuð út frá rásinni beint, sama sem F3, af því F3 merktur hér. Þá erum við búin að skrifa upp alla þessar þrjár formúlur rásana og þá förum við í næsta atriði sem að einfalda í þessum lið hérna 1-2, einfalda jöfnurnar og teikna lausnirnar með NAND og við erum að nota multisim við þetta. Og þá förum við í fyrstu myndina hér og við einföldum sem sagt hérna eins og við erum búin að gera hér og teiknaðum það sem NAND. Þá kemur hún út svona og sama gerum við með mynd 2. Við fáum fram sannleikatöflu hérna og síðan einföldu formúluna og fáum fram NAND rás fyrir hana, hún hér og að lokum á þessari þá fáum við fram formúlu hér og það verður ekkert hægt að einfalda hana, hún bara svona og við teiknum NAND formið á því með næsta takkanum hérna og þá lítur hún út svona. Og þessar þrjár rásir ætlum við síðan að tengja upp og prófa með rofum. Og það gerum við þannig að við tökum þá hérna fyrstu rásina og setjum hér og fáum spennugjafa og rofa og ljós til að sýna stöðuna. Nú, ég ætla að taka samt þessar rásir og setja á réttan stað í skýrslunni. Það þá hérna fyrir neðan, þar sem að ég búinn að einfalda jöfnurnar og teikna lausnina með NAND og það ætla ég að setja þá hérna fyrir neðan. Þá fyrsta rásin svona, önnur rásin þessi mynd hérna, setja hann á sinn stað hér fyrir neðan og síðasta rásin lítur þá út svona hérna og tökum hana í copy og bætum henni við í skýrsluna. Þetta það allt undir lið 1-2 en í lið 1-3 að það að taka alla þessar myndir hérna og
prófaðir með því að tengja við rofa sem SPDT og á inganga og probe á útganga og bera saman við sannleikatöflu þeirra. Og það gerum við þá í Multisim og þá setjum við fyrstu rásina upp svona, bætum við spennugjafa, þá förum við í Place Source, náum í Power Source VFDT, ok, setjum hér og Digital Ground og höfum það aðeins hérna ská fyrir neðan og síðan náum við með því að svara í Place Basic, þar getum við fundið switch, rofana og það hérna SPDT, Single Pole Double Throw og náum í hann. Við ætlum að snúa honum, við þurfum að velja hann, hægri smellum og smellum á Flip Horizontal. Þetta eru 4 rofar, A, B, C, D og þá fjölga ég þeim hérna og færa þetta aðeins neðar. Svona. Ég get líklega jafna þeim einhvern veginn eða hvað. Sé ekki vinstri jöfnuna á þessu en allavega þá getum við fært þá til með örvahnappunum hérna. Nú erum við allir jafnir. Og þá að tengja bæði pluss og mínus inn á rofana og setjum við plussin á efri hlutan á rofanum og síðan mínusinn á neðri hlutan á rofanum. Gott að hafa þetta ekki alveg í sömu línu þannig að við getum tengt út í mínusinn á öðrum stað og nú ætlum ég að merkja rofana, þessi á að vera A og næsti B og svo kalla á kolli. Og hérna hefur við það síðasta og síðan tengjum við þetta allt saman upp og prófum útganginn og berum saman við sannleikatöflu. Þá náum við hérna í probe. Það sem sagt, veljum hérna probe, hér eru spennumælar og strömmælar og hérna probe og hér neðst höfum við svona red, probe red, mjög gott að nota það og við tengjum það hérna við útganginn og eins hægt að setja það hérna á fleiri staði og þetta gerum við í rauninni við allar rásirnar til þess að prófa hvort að þær vinna samkvæmt sannleikatöflunni. Og þessi átti að vinna þannig að annarkvort A og B inni eða að slökkva á öllum rofunum og það ætti útgangurinn að vera slökktur, aðeins að minnka rásina svona og þá sjáum við það, ef að A og B inni þá verður útgangurinn hár eða ef C og D inni þá verður útgangurinn hár. Þannig að hérna getum við prófað rásina og þegar við erum búin að þessu þá tökum við kópíu eða veljum alla íhlutina hérna, segjum copy, Ctrl+C og inn í skýrsluna undir lið 1.3 og þetta gerum við allar rásirnar hinnar líka. Svo að við tökum þá
þessa hérna líka inn og prófum hana, getum við bara sett hana í staðinn fyrir þessa hérna og notum rofana og ljósin til þess að prófa og svo að lokum þessa síðustu hérna og berum þetta allt saman við sannleikann. Þá ætla ég að segja þessari upptöku lokið.